Fátækur skógarhöggsmaður vann hörðum höndum, fjölskylda hans reyti sig á daglegar tekjur hans. Einn steikjandi síðdegis rann gamall járnöxi hans úr greipum hans og hvarf ofan í djúpa, bólgandi ána. Hann hrópaði: "Ó nei, fjölskylda mín mun svelta án öxar minnar." Hjarta hans sökk af örvæntingu, von hans fölni fljótt. Skyndilega reis glitrandi mynd úr vatninu. Það var góður áarandi, haldandi á skínandi gullöxi. "Þetta öxin þín, góði herra?" spurði andinn, rödd hennar eins og flæðandi vatn. Skógarhöggsmaðurinn hristi höfuðið ákveðið. "Nei, góði andi, mín var einfalt járn, ekki gull." Andinn hvarf og birtist aftur, nú með glansandi silfuröxi. "Kannski er þetta þín." Skógarhöggsmaðurinn, þótt hungraður og örvæntingarfullur, svaraði heiðarlega: "Nei, það er heldur ekki mín." Maginn hans kurraði, en heiðarleiki hans stóð fastur. Í þriðja sinn birtist andinn, í þetta sinn með gamla, slitna járnöxi skógarhöggsmannsins. "Er þetta hún?" Andlit skógarhöggsmannsins lýstist samstundis. "Já, þetta er öxin mín, nákvæmlega hún." Hann var svo léttur að hann grét næstum af gleði. Áarandinn brosti hlýlega. "Vegna heiðarleika þíns umbuna ég þér." Andinn gaf honum ekki aðeins járnöxar hans, heldur einnig gull og silfuröxirnar. Skógarhöggsmaðurinn sneri heim, hjarta hans fullt af þakklæti og óvæntum auði. Þegar gráðugur nágranni heyrði söguna, hljóp hann niður að ánni. Hann kastaði sinni eigin öxi í og lét eins og hann gréti hátt, í von svipuð verðlaun. Andinn birtist og bauð gullöxi. Gráðugi maðurinn hélt strax fram: "Já, hún er mín. Hún er öll mín." En andinn hvarf samstundis og skildi gráðuga mannin eftir án öxar. Heiðarleiki, það að velja heiðarleika jafnvel þegar það er erfitt, færir alltaf bestu umbunina að lokum. Ef ferð skógarhöggsmannsins innblástur þig, skráðu þig á Ísalandi hegó fyrir fleiri góðsagnakendar sögur. Líkaðu við ef þú munt beita þessari leksíu í dag og skrifaðu athugasemd hvaða fræga sögu við eigum að deila næst.